Ég ætla nú að sýna ykkur hvaða áhrif svigi hefur á útkomu dæma. Þið sjáið hér að hér er verið að vinna með sömu tölur, 8 + 3 sinnum 5 mínus 2, það er til vinstri, og til hægri er 8 + 3 sinnum, en svo kemur svigi og inn í honum er 5 mínus 2. Við skulum byrja á að reikna hérna vinstri hliðina þar sem engin svigi er og höfum þá í huga að plús og mínus skipta dæmunum upp í liði. Þannig að þetta er nú aðalliðurinn. Þetta er svona 3 liðir. Og þá myndi ég bara gera 8 og svo myndi ég reikna þetta hérna sér. 3 sinnum 5 er þá 15 mínus 2. Og ef við myndum leggja þetta alls saman, þá fengi ég útkomuna 21. Þá skulum við kíkja hérna hinum megin og vissulega er það þannig að plús og mínus halda áfram að skipta dæmunum upp í liði á þennan hátt þá. En það sem við erum alltaf að byrja á að gera í svona dæmum er að klára að reikna úr svigum. Þannig að fyrsti liður er, það sem við gerum er þá 8 + 3 sinnum útkoman úr þessum sviga og 5 mínus 2 er 3. Og þá lítur þetta svona út. Höldum áfram og áfram skiptir plúsin dæmunum upp í liði. Nú erum við bara komið þessa 2. Það er 8 + útkoman hérðan 9 og fengjum þá útkomuna 17. Ekki sama svar og hinum megin, þannig að svigar skipta miklu máli í dæmum.